Efndi til neyðarsöfnunar núna vegna þess að konum hefur fjölgað mjög mikið í þeim hópi sem að streyma núna yfir og konur og börn eru núna helmingur þeirra sem að fara þarna yfir á þessum hriplegu bátum yfir Eyjahafið og þar sem að við vitum að fjöldi manns deyr í hverri ferð. Fólk fórnar öllu og yfirgefur heimili sitt sem það hefur kannski verið nýbúið að stofna innan Sýrlandsbúið að vera þarna á þvælingi og tekur foreldra sína, fólk sem fatlað fer líka og mæður. 12% þeirra sem fara yfir Eyjahafið eru barnshafandi. Mjög margar konur eru með börn á brjósti. En þær fara þarna yfir vegna þess að ástandið orðið það slæmt að þær fara frekar í þessa hættuför. Oft vegna þess að þær eru að fara að sameinast eiginmönnum sínum sem hafa farið á undan. Eru þá búnir að koma sér kannski fyrir eða hafa reynt að gera það. En aðra líka vegna þess að þær hafa mist eiginmenn eða þann karlmann sem stýrði heimilinu, þannig að þær hafa verið einar á sínum heimilum og eftir því hvernig ástandir orðið í Sýrlandi þannig að þær geta ekki farið út nema í fylgd með karlmönnum. Þær konur sem hafa ekki karlmenn, þær eru basically í stofufangelsi. Þær komast ekki út. Þannig að þá náttúrulega geta þær geta ekki unnið, þær geta ekki séð fyrir börnin sínu. Þannig að ástandið algjörlega vonlaust.